fyrirtækið verður cirka 770 milljarða að verðmæti eftir þennan samruna. Það liggur fyrir. Marel núna eitthvað rúmir... það aftur verðmætasta félagi? Já, ef að það en það mjög líklegt að það ekkert víst að það verði, sko, erlendir aðilar líta á þetta örugglega sem bandarískt fyrirtæki skráð á Íslandi. Alvotech þá í öðru sæti og eftir með rúma 550 milljarða. Það sem í gangi það að það 90% hluthafa í Marel núna fyrir 20. desember, núna eftir viku, að samþykja þetta tilboð frá JBT. 90% hluthafa. Það eru 2500 hluthafar í Marel. Það eru 2500 hluthafar sem þurfa að samþykja eða þá færri vegna þess að það er ýmsir búin að selja JPT í ferlinu. Leikurinn byrjar árið 2023, óvæntasta frétt þá ársins í viðskiptalífinu var í rauninni þegar Árni Oddur Þórðarson lendir í þessum vandræðum. Það er að segja þegar gengi Marels fellur, þá er hann greinilega búinn að taka ýmist lán, þannig að það koma veðköll. Hann gerir uppreindar við Landsbankann, fékk til sín þekkta íslenska fjárfesta. En það kemur í rauninni í ljós í þeim barningi, þeim brimskapli sem við getum sagt að þegar félagið lækkar og þessi veðköll byrja, að það er þá sem að JBT kemur með þetta tilboð. Það í desember í fyrra, þetta leikrit búið að standa yfir í 1 ár. Þessi atburðarás að Árni Oddur og félagið þeir í Eir eru að missa stjórn á félaginu, augljóslega út af þessu veðköllum. Já, það er... Og það kreppir að vegna þess að Eir, kemur að ljósa að Eir er líka skuldsett. Já. Og sem kom mönnum og meira segja eigendur Eiris voru skuldsetti líka. Já, það er bara yfirleitt þannig að þetta var nú ekki góð teóría. Þegar þú ert að stækka við þig, við erum að tala samruna, það er til tvennt í þessu, það er annars vegar innri vöxtur og ytri vöxtur. En sko, ef þú ert alltaf að kaupa meira, stækkar í gegnum ytri vöxt, þá náttúrulega þurfa eigendur að koma með nýtt fjármagn. Já, en það er eitt að hafa sko Marel skuldsett vegna þess að það hefur cashflow en cashflow í eignarhaldsfélaginu er náttúrulega ekkert í þessu sérstaklega þegar Marel er ekki fært að greiða arð. Nei, ég sem hluthafi í fyrirtæki sem er að fara í hlutafjárútboði eða er að fara að stækka og gera eitthvað, kaupa annað fyrirtæki og þess áttar. Ef ég ætla að vera með í leiknum áfram og reyna að halda ykkur valda, þá fer ég og eldi, ef ég á ekki peningin í vasanum, þá þarf ég að fá lán fyrir honum. Skulum orðaða þannig að þeir hafi fyllt eftir í útrás Marels og stækkun Marels og verið að taka þá ómikið að lánum. Telt og djart. En síðan þegar þetta kemur þessu atburðarás, ég meina, blasir ekki við að Árni Oddur sem er úrræða góður maður. Ég tel að hann sé Þeir hafi verið upphæðið að því að draga ég held að sé bara algjörlega geirnelt. Og það bjargaði þeim sjálfum og Eiri. Já, og það komið þarna nokkru sterkir inn í þetta er ekkert leyndamál. Nei, þetta er ekkert leyndamál og það er bara þannig að það er almennt ekki alls fleiri við. Það er almennt talað bara að þegar að þess, eins og ég segi, þegar þessi sjávarföll byrja, brimskaflar og allt það, að þá lendur því í því að þeir koma og ég er viss um það að Árni Oddur er hugmyndafræðingur að þessu vissu. En það hefði verið betra Jón fyrir litla hluthafan að við hefðum verið komnir í lofti áður. Því það voru náttúrulega, það var ástæða til að hafa áhyggjur af því hvað var að gerast í þróun gengis Marel sér áður fyrir. Þú mátt ekki gleyma því að mér finnst að hafi alveg bara skort umræðu á þeim tíma hvað var að gerast. Þannig því miður voru við ekki komnir í lofti. Nei, og Marel má ekki gleyma því að Marel er komið yfir 900 stig í kaupöllinni. Hlutabréfin gengið. Já, það helmingaðist. Helmingaðist örfáum mánuð. Menn sögðu bara endilega, heyrðu, hvað er að gerast? Já, þessi fræga umræðu Pantanabókina og sem að menn þekkja við erum kannski komnir aðeins í bara nánast í sagnfræði þó þessi ekki nema 1,5 ára aftur í tíma. Já, en það breytir því ekki, ég ætla nú að spá því að þetta gangi eftir tveir, sko, Marel Eir hefur verið með 27%
stærsti hluthafinn og það er svolítið skrítið þegar mann hefur verið að skoða sko, hverju eru stærsti hluthafar, 20 stærsti hluthafar í Marel, maður er aldrei getað séð það, það er bara alltaf 3-4 stærstu, en lífeyrissjóðirnir eru þetta mjög stórir og ég lít svo á að þeir séu allir á því að sameinast. Núna komið 2 nýlega sem að þeir gáðu mjög afdráttarlausa og 90% hluthafa þurfa að semja núna. En það þarf að reka þá inn í réttina núna fyrir 20. Þeir þurfa að semja þetta, samþykja þetta og JPT, eigendur JPT erlendis þurfa líka að samþykja. Þannig að þetta er auðvitað ég ætla að spá því, við vorum að tala að ef að ríkisstjórnin verður tilbúin fyrir áramót, þessi, sem að ég veit ekki, það er svona blikur á lofti fyrst mér þar, ég ætla að spá því að hluthafar í Marel samþykja þetta tilbúin.